Hefur einhvern spáð í því hvað það í þessum heimi sem að gefur þér frið? Það líkamsræktin, hreyfing, það annað fólk, það vinnan þín, það hugleiðsla, það svefninn þinn? Hvað það sem að gefur þér friðinn sem að allar manneskjur sem sárlega þarfnast? Hæ, ég heiti Sara Pálsdóttir og ég er forstöðumaður Frelsiskirkjunnar sem er fyrsta og eina netkirkjan á Íslandi. Og ég man eftir því þegar ég í fyrsta skipti á ævinni öðlaðist raunverulegan, guðlegan frið í hjartað. Þá hafði ég eytt allri minni ævi í að leita allra leiða til þess að upplifa einhvern frið frá einmitt þessum hlutum sem ég var að nefna áðan, líkamsrækt, fjallgöngur, fólkið mitt, dýrin mín, hugleiðsla, alls konar andlegar aðferðir, og því meira sem ég reyndi að öðlast einhvern frið, því friðlausari varð ég. Og ég man eftir því að allt þetta sem ég hafði verið að leitast eftir að fá frið hjá gat kannski gefið mér frið en bara í smástund, bara svona tímabundinn mannlegan frið, en síðan leið og það var búið, eða ég var ekki lengur með þessari mannesku, eða hreyfingin var búin, kannski daginn eftir eða nokkrum klukkutímum seinna, þá var þessi friður horfinn, þú veist. Og það var ekki fyrr en ég kynntist Guði og Jesú sem ég áttaði mig á að eini raunverulegi friðurinn sem til er Guð sjálfur. Guð er friður, Guð er friður og Guð gefur frið. Og friðurinn, sem er kraftur eða orka, hann er persóna. Hann er persóna sem heitir Jesús Kristur. Og þegar þú öðlast frið frá Guði, sem er Jesús, inn í hjartað, inn í sálina, inn í hugan þinn, inn í líkamann þinn, inn í aðstæður þínar, þá öðlastu frið sem er óháður öllum þínum kringumstæðum, sem að hangir ekki á neinu utanaðkomandi, heldur bara hið innra með þér. Og það getur verið stormur í aðstæðum þínum, það getur verið stormur í fjölskyldunni þinni, það getur verið stormur í vinnunni þinni, það getur verið stormur í samfélaginu, í efnahæginum og svo framvegis. En þú átt þennan frið og hann er skilyrðislaus. Og Jesús sagði, minn frið gef ég yður, ég gef ekki frið eins og heimurinn gefur, heldur frið sem er æðri öllum skilningi og frið sem er skilyrðislaus. Og það þýðir að sama hvað að gerast í þínum ytri aðstæðum, ef þú átt Jesús og hann er friðurinn í hjartaninu, það er að segja að þú trúir í hjartaninu að hans er friðurinn, þá hefur alltaf frið, þú hefur alltaf þennan innri frið og þú þarft ekki að vera hamast og hamast við að fá frið frá öðru fólki, líkamsrækt eða einhverju öðru í heiminum sem getur aldrei gefið þennan varanlega frið. Og ég man eftir því þegar Jesús gaf mér friðinn í hjarta fyrst, að þá gerði ég mig grein fyrir því að ég hafði aldrei haft raunverulegan frið í hjartanu. Og þessi friður sem að kemur frá Jesú hann er svona guðlegur, yfirnáttúrulegur friður, og það er engin friður sem jafnast á við hann. Og mér langar til þess að biðja fyrir þig núna, og mér langar til þess að biðja frið í Jesú Kristinn í hjartað. Ef að þú vilt taka við því, þá geturðu opnað hjartað fyrir þessari bæn og sagt já við henni, og þú átt eftir að upplifa þennan stórkostlega magnaða frið. Og þegar hann er komin í hjarta okkar, friður Guðs, þá flæðir hann inn í sálina, inn í líkamann, inn í hugsanir okkar, við fáum frið inn í hugsanirnar, inn í tilfinningar okkar og þaðan út í okkar kringumstæður, og við förum að upplifa meira og meiri frið í okkar daglega lífi. Faðir á himnum, ég bara bið fyrir þeirri manneskju sem er að hlusta núna. Í Jesú nafni þakka ég fyrir að þú opnar hjarta þessara mannesku fyrir þér núna, og í Jesú nafni tala ég frið þinn inn í hjarta þessara mannesku. Friður þinn, Jesús, er æðri öllum öðrum friði, er hinn eini raunverulegi sanni friður. Í Jesú nafni verði þinn friður sem fyllir hjarta þessara mannesku núna, fyllir sál hennar, líkama og hverja einustu hugsun. Í Jesú nafni þá lýsi upp hverja hugsun með friði Guðs, og ég rek burt allan ófrið. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Ef þú fannst eitthvað stórkostlegt í bæninni, ef þú upplifir frið Guðs í bæninni, þá máttu kommenta
gera hjarta, íta á like eða deila svo aðrir geti upplifað Jesú Krist og hversu stórkostlegur friður hann er. Og ef að þið langar að upplifa fleiri svona bænir þá mæli ég með að hlusta á hugleiðslubænir Frelsiskirkjunnar. Þær eru á Spotify og YouTube. Einu sem þú þarft að gera er að fara á Spotify og YouTube og skrifa Frelsiskirkjan og þá getur þú fundið hugleiðslubænirnar og vefþættina þar og ég mæli með að taka nokkra daga þar sem þú hlustar daglega. Þú ert eftir að finna stórkostleg jákvæð áhrif alveg leið. Gangi þér vel og Guð blessi þig.